er vel þekkt að erfðir hafa mikil áhrif á myndun kransæðasjúkdóms. Fjölskyldurannsóknir sýndu fram á þetta fyrir alllöngu og flestir þekkja líklega fjölskyldur þar sem að sjúkdómurinn er áberandi algengur eða þar sem að einstaklingar eru að greinast tiltölulega ungir með sjúkdóminn. Það var þó ekki fyrr en síðustu ár með miklum framförum í rannsóknum á mannerfðafræði, bæði nýrri aðferðafræði en einnig miklum tækniframförum, að við fórum að finna gen og erfðabreytileika sem hafa bein áhrif á sjúkdóminn. Vísindamenn hér hjá Íslenskri erfðagreiningu hafa í hátt á 2. áratug í mjög góðu samstarfi við bæði Landspítalann og auðvitað íslensku þjóðina unnið að rannsóknum á erfðum kransæðasjúkdóms með mjög góðum árangri. Til dæmis þá birtum við árið 2007 niðurstöður úr stórri rannsókn sem sýndi að algengur erfðabreytileiki eykur líkur á kransæðasjúkdómi, þar með talið kransæðastíflu eða hjartaáföllum. Og þetta var ein fyrsta stóra rannsóknin á erfðum kransæðasjúkdóms sem var birt á heimsvísu. Og það sem þessi rannsókn sýndi sem sagt var að ef einstaklingur er með 2 eintök af þessum erfðabreytileika og þetta á við 15 Íslendinga, þá tvöfaldast áhættan á að fá kransæðastíflu snemma á ævinni. Í framhaldinu, það var ári eða 2 síðar, þá sýndum við svo fram á það að þessi sami erfðabreytileiki, hann hefur einnig áhrif á myndun æðasjúkdóms í fótleggjum og eða æðagúla ýmist í æðum í kvið eða í heila, en þessi sjúkdómar eru allir skyldir og skyldri kransæðasjúkdómi og einkennast af æðakölkun. Þetta er bara lítið dæmi þá vinnu sem við höfum unnið hér hjá erfðagreiningu, en við höfum líka verið leiðandi í alþjóðlegum rannsóknum sem hafa leitt til uppgötvunar á tugum erfðabreytileika sem hafa áhrif á kransæðasjúkdóm og þá ýmist auka líkur á sjúkdómnum eða vernda gegn honum. Tilgangurinn með þessum rannsóknum er að sjálfsögðu að auka skilning okkar á sjúkdómnum, reyna að fá innsýn inn í meinalífeyrisfræðina sem liggur þarna baki og það vonandi leiðir til þess að við getum bætt bæði forvarnir og eða meðferð.